kvöldið og verið velkomin á streymi hjá Marvel Rivals. Við eigum von á leikjum í Double Elimination Round sem við erum byrjuð á og byrjum á Losers Bracket þar sem að Jötun keppir á móti Grindavík og svo seinna í kvöld er Dusty á móti SJO. En í kvöld það eru venjulegu ástkæru lýsendurnir ekki með okkur af því að þeir eru í liði Jötuns og ætla að keppa til leika. Þannig í kvöld er það ég, Eyrún eða betur þekkt sem Kít og með mér er hún Guðný eða þekkt sem Gutst. Já, hæ. Við erum alltaf að fara að henda í þessa leiki bara frekar bráðlega, hratt og komum með fólk inn í lobby. En við erum að búast við að þessi leikur á móti Jötun og Grindavík er að fara að vera mjög bara... Jafn, akkurat, mjög jafn. Þessi lið er að keppa núna upp á í rauninni 5. og 4. sæti eða allavega til að fá réttinn til þess að keppa næst til þess að reyna að fá 3. sæti. Í minnsta lagi. Yes, akkurat. Þannig að þetta verður mjög spennandi að sjá. Akkurat, síðast þegar mættust að þá var það 3-2 Grindavík í vil, var það ekki? Nei, það var reyndar Jötun. Það var Jötun í vil, afþakka mig. Það var Jötun í vil, 3-2. Það var round 1 af fyrsta group stageinu. Sko. Þannig að það er búið að líða þetta langa tími síðan þá. Já, það var 13. september. Jesus, ok. Wow. Ég man það bara út af því að ég slasaði mig daginn áður. Já. Og ég man vel hvað dag það var, sko. Því að ég ætlaði að vera með ykkur hérna. Alveg rétt. Nýri að rýna, en já, ég get ekki gengið, þannig að... En þú getur gengið núna? Ég get gengið núna, þannig að þetta er allt í góðu. Já, þannig að þetta verður spennandi að sjá hvað hefur breyst og hjá þeim báðum og... Hvernig þið munið svona nálgast að keppa á móti hverju öðru aftur. Akkurat. Akkurat, sko. Já. Það er bara spurning hvort að þið séu að vera tilbúin. Já, hvort við getum hoppað inn. Kannski nefna ég að leikurinn sem byrjar á eftir, sem er klukkan 8, það er Dusty á móti SJO og þetta er leikur til þess að keppast að fara í úrslit. Það er stór. Já, liðið sem vinnur þann leik er bara komið í úrslit, keppir á móti sigurvegara í Losers Bracket. Og þeir sem að tapa náttúrulega fara niður og keppa á móti þeim sem að vinna næsta leik eftir þennan í Losers Bracket. Einmitt. Og kannski vert að minnast á að eina liði sem er ekki að keppa þessa viku eru Svalarnir sem að eru að bíða eftir sigurvegar úr þessu. Einmitt. Til að keppa á móti. Já. Þeir bara vonandi bara fá sér snakk. Já, vonandi bara horfa á þetta og læra. En við erum tilbúin að fara inn og hendum okkur inn og við byrjum á því að velja möpp. Þannig að leikurinn núna komið með þannig að liðin geta valið bara möppin sjálf. Og við fáum að sjá það skemmtilega. Já. Fyrsta mappið, kontrollmappið á að vera ákveðið nú þegar af okkur, af mótstjórn. Það var það átti að vera Wakanda. Já, Burning T'Challa, akkurat. Já. Og svo bara leyfir leikurinn okkur í framhaldinu eftir þetta mapp að gera þetta allt bara sjálfkrafa og við þurfum ekkert pæli í þessu. Yippee! Gerir lífið okkar aðeins auðveldara. Já. Þá fyrir við inn í... Já, þá kemur að band picks. Og þá er spurning hvernig hérna mér sýnist að vera Grindavík sem fær að velja fyrst og ég býst við að verði Luna eða eitthvað svoleiðis. Já, þið byrja að banna Bucky og Groot fær að akkurat vera bara ekki með. Skiljanlegt, það er mjög sterkur Groot spilari í Jötun. Fær sjaldan að spila hann af því það er alltaf bannað á móti þeim. En já, akkurat Mantis. Já, þeir björguðu Mantis. Líklegast er það fyrir Kela, geti ímyndað mér. Já, kannski fær hann að spila Mantis.
Það verður allan ekki að spila Bucky, það er rétt. Nei, það verður ekki að spila Bucky. Mikið rétt. Já, Luna kemur seifið og Jötun ætlar að banna venjulega oftast bannaði Angelu. Allavega oftar en þið banna Bucky. Þannig að... Já, það kannski er að pínu target bann líka á Kela, sko, því hann er búinn að vera að spila Angelu svolítið. Akkurat, en það tekið loka. Já, ok. Og Emma er náttúrulega ógeðslega sterk. Já, ég skil vel að þau vilja ekki lenda á móti sterkum Emmu-spilara. Það er mjög erfitt. Invisible Woman, Björguð. Það er bara as per the course, það sem þeir eru vanir að gera. Þá er spurning hvað Jötun gerir. Sko, þau geta náttúrulega ekki seifa Groot núna, það er seint. Þannig að Magneto finnst mér líklegt. Já. En kannski, já. Eins og þeir. Akkurat. Þannig það er bara seinasta bann. Það er náttúrulega spurning, sko, að horfa á bann sem þið hafa gert áður á móti öðrum liðum. Ég er ekkert svaklega hjálplegt, af því það var ekki á móti Grindavík. Nei. Akkurat. Og síðan breytist meta aðeins og svona kemur hérna 0,5 nýtt season. Akkurat. Og svo leiðist, sko. Var þetta viljandi eða óvart, er spurningin? Já. Það má opna spjalli hjá þeim og tjekka, af því að ef þetta var óvart að þá þarf að byrja lobbyið upp á nýtt. En kannski var þetta bara annarkvort rann tíminn út og þá mistu þeir af tækifærinu. Þá höldum við bara áfram eins og venjulega og sjáum að Grindavík bannar Spider-Man. Já. Áhugavert. Það er enginn þannig séð í Jötun sem að spila Spider-Man eitthvað sérstaklega mikið. Nei. Ég held að það væri bara Endurtal sem spilar Spider-Man í þessum liðum, sko. Já, það... Mér myndi það, sko. Kannski vil ég ekki taka sénsinn. Kannski er það bara mappið. Já. Að það sé eitthvað í mappinu sem að... Gamall lengi að hugsa. Það má... Ég skil þig vel, kallið minn, já. Þetta er stundum svona. Það má fela chatið aftur. Þó að þess að segja skemmtilegt að sjá. Já. Hvert? 20. Herru. Við erum báðar eldri en þetta, við skulum bara... Ekkert svona, sko. Þetta er engin afsökun. Akkurat, ekki það gamall, skilja okkur með þetta, sko. Já, hann er með okkur í liðið. Já. Hann er á sama stað. Herru, þá hefjum við leika og við sjáum Grindavík fljúa af stað, Keli komin á Angelu, stór hættulegt. Seinasta leik, þar sem það var streymi og eltu við Kela kidnapp eins og einn í chatinu nefndi og ég er bara svo sannarlega sammála. Og við sjáum allavega að myndilindi komin langt fram, Endurtal mjög lágur. Við fórum að dettur niður, reyna að ná sæls. Primal Complex fellur fyrstur og svo Kiljögur. Jötun með yfirhundina. Hann fær rest frá Rocket. Já, Primal Complex og Venom. Goggis er bara að drepa alla á Namor. Og Grindavík bakkar hérna. Og meðan Jötun halda bara svolítið high ground. Leifa prósentunum bara hægt og rólega að safnast upp. Ég hef ekkert almennilega náð að segja hvort að Keli sé eitthvað að ræna fólki. Hann er á ferðinni. Hann er ekki að plana að ræna sínist mér, heldur bara frontal assault, sko. Fínt að sjá hvar allir eru, en Jötun eru akkurat á punktinum og núna kemur Keli inn og er að vinna á móti Primal Complex. Endurtal hérna
1 á móti 2 að ná Ruffalo mjög lágum en sjálfur að detta og fellur. Keli á punktunum. Ruffalo fær aftur res frá Rocket. Eða þeir segja. Þess Borstar á Hela. Hún stórhættuleg sko. Keli líka. Þetta allt að gerast Jötun. Ég vil sjá hvort að Snella nái að gera eitthvað með ultimatinu. Það bara verið að henda á Diamond Complex sem loksins fellur. Og Grindavík skiptir. Taka punktinn. Það var svolítið svona fram og tilbaka, svona pick hér og þar. Já, Grindavík notaði fleiri ultimates þarna og greinilega virkaði fyrir þau. Já. En núna Jötun að koma með allavega 4 og hitt hliður hratt. Ég að búast til að fá einhver pick sérna frá Goggis. Maðurinn stórhættulegur. Þetta stórhættulegt að ná sko. Vá! Það bara headshots á Namor og núna ýta Jötun áfram. Nær hann öðru svona picki, spurningin. Þetta aðeins og seint Luna ult að mínu mati. Það það. En þeir náðu samt að taka Goggis niður. Núna kemur Magneto ultimate, tekur út Stúf, tekur út Rúnsa. Endurtap. Allt og lár. Magneto í báðum liðum bara. Jæja. Grindavík að snúa sig við og stoppar Jötun í 85%. Þetta hver að vera seinastur núna. Tekkar inn, verið mögulega að fara að sjá seinasta fight og svo bara eftir því hvernig það fer, last dash. Á punkt. Stórhættulegt að vera beint fyrir frá Goggis þegar hann á Namor. Hent í ultimates hjá Lunu og Namor og nær Hreirim. Svakalegur kvalur þarna. Sæll. Keli enda að berjast við support hérna. Það gera allt sem hann getur til að reyna að halda svo lífið. Það 99-90 og tikkar upp fyrir Jötun. Spurning hvort að Grindavík nái að snerta. Jú. Og núna fer allt í... Það verður allt brjálað. Og ít á F-takkan. Já. Mundurlundi tekur niður Stúf. Þetta lítur ekki vel út fyrir Grindavík. Nema hvað núna sussar. Rúnsi tekur út endurtap. Mundurlundi að reyna að stoppa Hreirim. En það ennþá Keli fljúandi á punktunum. Hann fallinn og þar með endar overtime. Og Stellar Spaceport komið fyrir Jötun. Skiptir svo svakalega miklu máli fyrir Jötun að hafa Goggisina sem að snæpa fólk hægri vinstri. Einmitt, hann svaðalegur. Að geta fengið svona initial picks bara svo sterkt. Já, team up activated hjá... Byrju, wow, hvað gerðist? Allt í henni heitir þetta Faction 1 og Faction 2. Já. 3, 2, ok. Hey! Smá Venom 5 leikar í gangi hérna. Já. Ég
veit ekki alveg hvernig við líður hans í appelsínugulu. Þetta er Fanta, sko. Þetta er það. Þetta er Fanta Venom. Auðvitað. Já. Hvernig gæti ég ekki vita það bara? Þetta er bara smá djók, sko. Ég man ekki hvað hann heitir í alvörunni. Nei, en þetta er betra nafn, sko, ég vil segja. Þeir eru ekki með spons fyrir Fanta, það ættu að fá það núna, en allavega Primal Complex komin inn beint á Ruffalo sem eru að reyna að halda í við hann. Fær Rocket með sér. Og núna er Rocket lár. Koma að reyna að hjálpa. Þá kemur Keli tilbúinn að ræna fólki nær engum. Flýgur burt. Og hér koma stríð. Wow! Þetta var gaman að sjá. Já, birtist sem bara ósynlegur úr þoku, kom og bara kálaði honum. En jötun eru með fyrstu prósentinn og leifir þeim að tikka upp. Þetta er áhugavert. Og það er svo alltaf mikið í gangi, ég veit ekki hvað er að gera, snella svakla lár, vá! Og þá bara er snúið við, sagt ekki í dag. Já, Ruffalo bara fastur þannig. Og nær að dansa mjög fallega í stað. Já, bói. Það kom Daredevil-úlkina. Við höfum nú ekki séð Daredevil neitt mikið í þessari keppni, yfirleitt, sko. Þannig að þetta er... Það er svo stutt síðan að koma út líka. Hvenær var það aftur? Það spurðum við Það er kannski svona 2 vikur, eitthvað svoleiðis. En já, það er mega pirrandi að díla við hann. Hann blindar mann og hann veiðir mann og... Það er nú eitthvað fyndið við blindan mann að blinda mann. Já. En já. Já, jötun að reyna að komast aftur á punktinum og Goggis hérna á móti Snellu. Snella þar að bakka aðeins. Þetta var óheppilegt. Já, jötun er líka með hérna Helu Namor tíma, sko. Akkurat. Sem er bara ekkert grín. Það er... Já, það hægir á enemies og býr til turrets þegar þau deyja. Það er sterkt team-up. Já, og hérna fer þetta dálítið í kaos en Keli og Primal Complex dálítið einir hér á móti öllum í jötun. Það var gott rocket-ult hjá Runsa. Hjálpaði þeim að ná punktinum aftur. Þetta er mjög mikið fram og tilbaka hjá þeim. Já, þau skiptast á frekar jafnt. Spurning hvort að jötun nái upp í 80% líka þegar Grindavík nær svo aftur að taka yfir punktinn. Ef þetta er alveg það jafnt. Það er spurning. Núna verður allt brjálað. Primal Complex. Og Snella. Ruffalo var restaður. Snella hérna 1 á móti 2. Það er ekki alveg að ganga. En hann lifir þetta af. Gillegur endur það að taka út rest hjá jötun. Og þá er þetta orðið 89-89 eins og tikkar upp fyrir Grindavík. Hvað ætlar jötun að gera til að svara? Þau hoppa á punktinn. Það er Portal að koma út. Það er Portal, það er einhver á punktinum og við erum komin í overtime. Double Luna ult til að halda öllum á lífi. Allir dansandi í hringi á punktinum og núna byrja ballið. Snella hérna á móti Goggis sem er kominn á Doctor Strange. En Ruffalo hérna að reyna að halda öllum á lífi. Snella í vondum málum, Goggis nær endur það. Núna er allt að verða brjálað.
Já, Strange út. Hann var ekki lengi að þessu. Þetta kom hratt, Freyja snýtir tækifæri, tekur út Freyrin. Jötunn þetta. Jötunn út eins og eiga eftir að ná upp í 90% samt þegar þau ná punktunum. Það er ennþá overtime. Það er ennþá einhver. Þarna kom. Núna er spurning. Hvort að Grindavík nái, já, hvort það hafi tíma. Ég veit ekki hvort að þau munu. Akkurat, hér er bara stöðva Kela Kalda sem að núna nær ekki á punktinn og engin annar heldur. Já, þá bara tekur Jötunn fyrsta map. Já. Þá verður áhugavert að sjá. Gaman að sjá Rocket MVP hjá Rúsa. Það var áhugavert að sjá hvaða map Grindavík velur sér. Við sjáum hérna Goggis allavega með flest kills hér á milli þeirra í Jötunn og mesta damage. Það er bara Namor flest allan tíman. Þannig að skipti yfir á Strange. Já, hann hélt bara áfram að raða inn hits. Já, þetta var líka. Final hits 12. segir dálítið mikið. Accuracy 45%, það er bara frekar gott, myndi ég halda sko. Já, ég myndi halda það líka. En 1-0. Já. Spennandi. Sko, það er allt svo erfitt að vita með fyrsta map. Hvort er þetta Grindavík á eftir að hita sig upp? Eða erum við bara að fara að sjá Jötunn hérna? Jötunn jarðítu. Hérna restina af kvöldinu. Það er góð spurning sko. Það er bara þarf að koma í ljós. Svona, já, með að við fyrirleikinn þeirra, þá voru mjög jöfn lið og maður sér það líka hérna. Þetta er svona flakka fram og tilbaka svolítið. Þetta var mjög mikið fram og tilbaka. Yeah. Liggur við upp á prósentuna sem þau skiptu á punktunum. Já. Síðasti bardaginn þannig að var svona dálítið lengi bara verið að berjast og það var bara enginn að deyja. Já, það er náttúrulega líka þegar þú ert með double Lunolt ofan á hvert annað, þá er enginn að fara, það er ekkert að fara að gerast. Nei. Allir geta alveg eins bara stoppað og hort á hvern annan og verið bara, jæja, hvað segir þú gott, þangað til að búið. Og henda svo, ok, það er það búið núna. Byrjum að pjú. En ef að liðurinn er tilbúin, við getum bara að henda okkur í næsta map, pick, system, ég veit ekki hvernig það virkar núna, en... Allir að læra. 2 mínútur. Ég þarf að kenna þér tákmál. þá myndi það virka. reyna að segja mér eitthvað. En ég meina, ekki augljóst. Það gerir svona? Það er 2. Það er 2. Eða vaff. Er það 2 sekundur? 2 sekundur. Ok. Skil. En það er 2 sekundur eru núna liðnar bara á því að ég er að segja þetta. Já. En við erum alltaf komin yfir í mappickið og við þurfum ekkert meira að pæla í tákmáli. Nei. Í bili. Ok, sjáum hvað gerist hérna. Keli Kaldi, selecting, Arakko. Því það þá að hann er búinn að velja eða... Já, góð spurning. Einnig ekkert af þessu heitir Arakko. Jú. Já, ok. Það var ekki á skjánum, nei, en hann kemur allavega hana. Já. Hellfire Gala. Ok, spennandi. Það var spurning. Jeffs. Hvað var að valda mestum erfiðleikum? Ok, Bucky eftir bannaður. Já. Svo sem vilja greinilega ekki díla við það. Bucky Groot, sama málið. Já.
Grindavík vill ekki díla við að Primal Complex fái Groot og vekkina. Bjargaði Mantis. Ég veit ekki alveg hvort að Mantis var að svona gera mikið sko fyrir kompið þannig séð, en kannski þetta bara svona Kannski er þetta bara hvernig þið vilja spila kompið. Já. Að henda þeim vel að hafa Mantis með. Luna aftur bara er komin í formúlu núna. Það er spurning hvort að þeir bara, ég var að fara að segja það, hvort þeir banna Angelu. Akkurat. Og þess að fljótir að þessu. Hann er ekki að díla við Angelu. En það er spurning, ég myndi banna Namor eða Helu. Namor sko, já, Namor algjörlega. Venom. Ok. Kannski nennið ekki díla við að einhverju er að klifra upp á veggi. Já, og alltaf hérna dýfa sig. Já, dýfa sig bind hún í liðið. Það er reyndar mjög pirrandi þegar það er góður Venom. Endalaust að dýfa sér. Já, bjarga. Þeir spiluðu samt ekki Invincible. Þeir spiluðu ekki, nei. Spiluðu hann ekki. Ég skil ekki alveg af hverju er að bjarga henni þá. Kannski er þetta bara fyrir optionið. Já. Það fer kannski eftir, kannski bannaði Jötun eitthvað alveg í lokin sem að Já, hörru, bjarga Emmu. Ok. Sjáum Emmu kannski. Það er mögulega Primal Complex sem er að fara að spila Emmu. Til í það. Mögulega. Hey. Hvað eru að fara að sjá alveg í lokin? Henny. Já, Kenny Parker. Stílægir. Áhugavert. Vá, það bara tók enga stund. Já. Hela farinn var nú að valda usla. Já, var það sko. Þetta er náttúrulega gott sko. Alltaf Luna. Alltaf Bucky. Og Groot. Bucky og Groot band bara. Nú ætlaði að fara inn með Sue Storm. Sue Victor. Já. Núna fáum við Invis Punisher. Ok. Og Phoenix. Phoenix sko. Endur þetta Phoenix. Getur verið dálítið hættulegt. Dálítið scary. He'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Wow, you look En við fáum að sjá goggist á Wolverine. Já, Jarfi. Á Jarfanum sjálfum. Ég er til í smá Jarfa play hér. Smá Jarfi á laugardagskvöldi. Já. Ég mun alltaf kalla hann Jarfa, bara svo þið vitið. Ég segi ekki lengur Wolverine. Verið viðbúinn, það er auðveldara að segja Jarfi. Já, það er gott og gilt íslenskt orð. Það byrjaði bara Primal Complex bara að lappa ágiljökur hérna. Grindavík ætla að halda bara mjög nálægt. Ekkert að leyfa þeim að fara og... Nei, þeir ekki Jötun. Ekki leyfa þeim að fara ónálægt. Já, vá, ég er á nógslega rullið hver er hvar. Nei, akkurat, Grindavík eru defense. Jesus. Mjög skiljanlegt að þið bönnuðu Angelu á þessu mappi bara til þess að það væri ekki hægt að henda þeim út af. Já, það er alveg nokkur staðir. Það eru dálítið margir staðir á þessu mappi sem við höfum séð allavega að kela sérstaklega og í Dusty-leikjum og SEO-leikjum. Það sem er bara rænt fólki beint út af. En Jarfi getur rænt hérna, en það er aðeins verður fyrir hann að bjarga sér. Það kemur út Rocket Ult hjá Ronsa. Bara strax Invis komum líka á punktunum. Ég held að hann væri að fara að henda rúffalóðan út af. Ekki alveg svo gott. En þetta er vel spilið hjá Grindavík. Eru þið Primal bara fór upp í lofti, hann hefur verið með jetpack frá Rocket. Já. Mæntanlega. Þetta er vel spilið hjá Grindavík. Þetta Invis ult þurfti að náða að ýta Jötun af punktunum.
Jötun hafði ekki mikinn áhuga að vera slót inn í þessu ultimate. Og þá sjáum við Gilliagaur á Dr. Strange. Vera hérna á high ground. Að reyna að stöðva Mundarlinda og Primal Complex. Og Endertall kemur inn á Phoenix. Það ekki alveg að klára það en Nær góðum skada og Snella kemur og pikkar upp rest. Þeir færist þig yfir annan stað. Svona. Það bara haldið sér á þessum high ground. Þeir ætla sér, Jötun ætla sér að íta inn á þessum high ground og þeir ætla ekki að fara neitt annað. Snella í vandræðum. Þess komi núna á Phoenix líka. Bara full counter. Og núna þarf Grindavík að bakka. Ok. Moonlight bara komin. Jötun gjörsamlega. Það alltaf eitthvað sem Goggis getur spilað sko. Það ég Ég pínu leiðið að sjá hann að fara á jarfanum samt en þú veist, þetta var flott últ. sko, ég held að sé engin hiti sem að Goggis getur ekki spilað. Nei, Og- það sko. Og gjörsamlega bara kannski ekki rústað en þeir Hann er góður í leiknum. hann er góður í leiknum, akkurat, það er hægt að orða þetta svoleiðis. Ég allavega hef nefnt það áður að ef ég spila hann leik einhvern tímann þá verður Goggis með mér í liði en ekki á móti mér. Já, Ég er bara búin að dipsa það. já. Það er gott tips. Og þetta er ótrúlega lágur. Var þetta ekki fyrst? Nei, ég Er í er alvöru? enga kóru. Þetta var einhver Phoenix. Ó, Og wow, Goggis aftur nær tveim. Núna ítir Jötun áfram. með smá hjálp frá Primal Complex á ömmu. Hjálp. Þetta pinkur hansi. Þetta er svakalegt. Þetta nær þeirrim að lifa af. Nei, en Keli kom spurt. Og Primal bara bímaði niður hana. þetta er svakalegt. Kannski góð ástæði fyrir því að Emma hafi verið bönnuð í seinasta leik. Algjörlega. Now might be the time to stop them. Já, ég veit að hann er að fá hérna 2 picks. Gilliagaur þarf að bakka. Hann er í vandræðum. Við erum komin 2/3 leiðinni og það er verið að halda Grindavík næstu því í spánu sín. Bara, þið ætla ekkert að koma á stöðu okkur, við ætlum að íta þessu. Þá kemur Dr. Strange, Ultimate, kemur Phoenix Ultimate, það kemur Mantis Ultimate, það kemur Invis Ultimate Og Moonlight. og Rocket. Já, maður er þér Ultimate. Guð þér Ultimate. Við erum með alla. Það verðist vera að þessi aðeins að róast núna. En já, einhvern veginn var notað alla Ultimate sem ekkert gerði. Ég tek þetta tilbaka, það er ekki að róast. Magneto náði engum þarna. Þetta er mjög, Gilliagaur er miðjun á liðinu. það var hann er dregin að inn, það er engin sens að hann lifi þetta af við það. Hann er einhvern veginn enn á lífi, einhvern veginn komið full health. Bæði Fes og Kjell eru að fá pick, en Lúlsi bara restar Goggis. Gilliagaur. Núna er myndavélina að elta payloadið. Kemur
út strange úr þjókuljögur en jötun fengu 2 hérna. Ég held ekki líka sé falla, já. Það lítur út fyrir að ekkert getur stöðvað jötun þegar þeir eru komnir á skrið. The current score is 0-2. Náðu ekki alveg snert á hana. Loki. Time to switch Ég things meina, up. jötun jarðýtu tillagan mín er að líta aldrei vel út You'll núna. need a top-notch team to Já, win já. this one. Það var pínu jarðýtur og sérstaklega með Emmu og Magneto í fararbrotti. Já, það var ekki að Er ganga vel að stöðva Ekkert þau. grín að díla við þetta, sko. Það er spurning hvaða svar Grindavík hefur núna. Er það í alvörinu að fara að vera Squirrel Girl? Squirrel Girl. Squirrel Girl. Ég er Girl. til í þetta, ég er sko Squirrel Girl main. Nei, ég er að djóka, en þú veist, ég spila hana mikið. Ég spila hana mjög mikið og mér finnst það mjög gaman. En ég get aldrei sagt nafnið hennar almennilega, þannig ég segi það bara á eins svona lélegan hátt og ég mögulega get. Get ready. Sko, skoskur hreimur er eins góður og hver annar til þess að segja þetta af því það er svo mörg R. Þetta er ekki skost, þetta er bara eitthvað svona Jú, þetta er sko Squirrel Squirrel Girl. Girl. Já, já. Hún heitir líka Doreen, þá má alveg segja það, en ég held að það sé enginn sem að svona segir það alla jafna, þannig að The battle starts in íkornastelpan, það er líka hægt. Já, já, við getum gert það, við getum Já, gert já, það. 2, 1. Ég últa á henni og segja ofta hana eru íkornanir mínir, þeir fara hana. Ég vil sjá okkar skemmtilegt. Koma svo. Kemst ekki yfir Endilega standafættu. sjá. Já. Ok, snella. Og við í benna áfram. Snælla, gerði mig stolta. Sjáum hvort það helst út. Úkilegur var mjög lóð þarna. Ó, þið náðu að kela. Goggis er bara stórhættuleg. Já. Og jötun bara íta þeim aftur í spán, líka við. Það þarf að reyna aftur. Það er eitt að halda nálægt og það er eitt að halda alveg upp við. Já, þetta er svolítið sérstætt makk með þetta að gera, sko. Það er ekki alls svona uppsett. Nei, þetta er nefnilega, við sáum þetta líka í leik Leik SJO. Þess að þeir voru komni bara að byrjun, dálítið eins og Prime Complex akkur núna. Já. Nella heldur í íkornar Ultimate. Þið náðu einum með þig, sem var hörrastæður. Þá kemur Emma á móti. Og innvist fyrir Grindavík. Núna bakkar jötun fyrir horn allavega. Og Grindavík getur loksins byrjað að ýta aðeins áfram þó þeir eru 2 færri. Primal Complex er ekki búinn, hann ætlar ekki að hætta. Gjör svo vel bakkið aftur. Nær. Það var ansið gott. Gott hann hjá Kela. Þetta var flott. Gæti Tilraun. mögulega að náða hann. Það er rosalega hljóði í sumum skinnum mína. Sem ég hef ekki heyrt áður, sko, því ég á þau ekki. Við erum bara fátæk. Fátæk á þessu heimili. Ég reyndar ekki að eiga þetta múnaðskinn, ég bara nota annað, sko. Þarna náðu þeir Primal loksins. Loksins Grindavík komin aðeins af stað. Komnir á ról. Og núna kemur bæði Emma, Invis og Squirrel Ultimate. Snella sér engan fyrir framan sig. En nær Mundalunda. Goggis. Það er náðu honum. Það er svo mikið í gangi. Þetta er gott að náða svona stabilisa hana svolítið. Vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. Núna er bara að halda þessu gangandi. Ekkert vera að gefa jötun neitt eftir. Bara eins og tikka þeir eru að fleirum. gera. Bara að halda áfram að ýta. Gefa jötun frið.
Það sem þeir eru að gera. Stúfur fær að vera Payload Princess. Og við sjáum Kela hérna á Emmu fremst að gera alla vinnuna sem hann getur. Giljagur kemur og tekur Goggis. Það er skipt Payload Princess. Það er alveg nokkur sinnir sem að Goggis deyr fyrstur í fight sko, en hann fær bara ræst hjá Rocket. En það er klárlega að virka vel fyrir Grindavík að taka niður Goggis fyrst, hvort sem hann er reistur aftur frá dauðum eða ekki. Einmitt. Hér kemur Magneto Ultimate og á móti Emma. Giljagur í vandræðum. Rocket Ultimate fyrir Jötun. En þetta fólkið því er alveg fullt af últum. Og núna getur Grindavík akkurat tekið dálítið plás. Nýta þetta Invis Ultimate til þess að reyna að ýta Jötun lengri í burtu. Kemur út Luna Ort og núna ætlar Jötun bara á Grindavík. Primal Complex í miðjun á þeim. Og Grindavík bakkar, verður að bakka fyrir hornið. Keli kemur svo með Ultimate. Spurning hvort að það gerir eitthvað fyrir þá en við sýnist ekki. Nei. Jötun eru að ná að stöðva þau. Fizz og Goggis voru bara hérna vesanast í baklínunni þannig að meðan. Við erum með rétt svo mínútu og Grindavík að reyna eins mikið og þau geta að ýta Jötun aftar svo þau geta náð þessum öðrum punkt. Magneto náði ekki pikkið hana. Oh my god, kemur Fizz á Phoenix og bara kveikir í öllum. Slakaði þess á Fizz. Þetta var svolítið gróft. En þetta var geggjað. Við fáum að sjá þetta aftur vonandi ykkur tíman. Þú getur séð það. Já. Ég var reynið mitt besta bara. Þú getur skrifa núna, bara, ok, leik. Já, það er mjög sniðugt reyndar því að ég gleymi oft sko og síðan er ég bara löt að kíkja. Já. En við fáum Portal. Portal fyrir ofan á og Jötun er í vandræðum. Þetta var vel spilað Kelikaldi að ýta á þá. Ok, flott hjá Snellu þannig. Þetta bara gerðist svo hratt. Og Hreyrum og Endur. Þetta gerðist svo hratt en þeir hljóta ná að kappa þennan punkt nr. 2. Mér fannst þess að ég hef séð einn í viðfóttina fyrir aftan en ég held að séu allir í Jötun að koma þannig. Þetta var örugglega bara Agg eða eitthvað þannig. Þá tikkar niður mínúta og 20 sekundur í viðbót fyrir seinasta punktinn. Og wow! Svakalegt skot. Flott Snella. Flott, já, náðunum. Ég vil sjá íkonna. Sko, við eigum að vera impartial. Já, ég. Nei, ég er samt svo, ef þú mátt halda með ykkur, þú máttu halda með bara karakterinn. Já, algjörlega. Sammála því. Nei, íkonnarnir þið voru drepnir. Það er svo. Herru, nú er Fizz komin á Magic. Já, það er bara verið að kantara. Og hendur í Ultimate. Bróður skjöldur hjá Primal. Ég held að hann hefði blokkað bara allt últið hjá honum hérna Kela sko. Ótrúlega vel spilað hjá Jötun. Þau eru að ná að ýta Grindavík. Að mínu mati fyrir Grindavíks hönd of langt aftur. Miðað við það eru 15 sekundur eftir. Ég veit ekki hve vel þetta mun ganga því núna er Snella fallin, þau vantar 2 og vantar 3. Þetta lítur ekki vel út og núna er komið overtime aðeins
Giljagaur eftir á punktinum. Og I'm ready to put on a show. það er bara hreins upp hérna. Já. Final score 2-3. Já. Akkurat. Þannig að Jötunn nær að halda Grindavík á þeirra vali. Já. Ég er ekki hyssuð að sjá Primal Complex sem MVP hérna. Veistu, það kemur mér ekki á óvart heldur. það var, það eins og ég sagði, það var alveg ástæða fyrir því að Emma var bönnuð í seinasta leik. Já. Og Hún verður örugglega bönnuð aftur. já, alveg örugglega. Það fer svona fram og tilbaka, einn er bannað. Þetta er dálítið svakalegt. Þú veist, sérðu Primal Complex hérna með 35 kills og 30.000 damage. það Bara, hvað er það? Bara Goggis sem er með meira. Já. Goggis er náttúrulega brjálæður Sjalur. damage. Þannig að, já, þetta er Jötunn svo sannarlega að sína hvað í þeim býr og að þeir ætli sér að ná aðeins lengra og vilja greinilega ekki vera að halda í þetta 5. sæti. Nei, þeir ætla sko að vinna. Segja bara, setti mig ekki í winners bracket, Mhm. beint í losers. Nei, Mhm. ég ætla bara að sína þér af hverju það sýnir ekki í alvöru hvað í okkur býr, sko. Vá. Já, rúl. Jötunn jarði í dag hérna. Þeir ætla að skipta fes út fyrir Siltus. Siltus, já, allt í lagi. Áhugavert. Áhugavert að gera það áður en við veitum hvað mappið er. Já, Mögulega bara nógu öryggir. einmitt. Mögulega bara vilja ekki að Siltus spili meir en eitt mapp. Þeir bara ekki að þú ferð að koma inn hérna í 3. mappi. Einmitt. Já, ég er ekki búin að sjá Siltus spila Nei, núna. Þannig að hann hefur mest spilað Scarlet Witch og Psylocke. ok. Ég er til í að sjá Psylocke gameplay frá honum. Já. Það svo sem er eftir að vita, þú veist, það eins og sagðir, kannski er ekkert búin að spila það marga leiki. Nei. Og, Mm. en við allavega bara bíðum spennt eftir þessu. Það var skemmtilegt að fá að sjá Jarfa, Já. svona alveg í byrjun, þó að það endist ekki lengi. Ná, En Já. það greinilega hendaði ekki vel. Nei, verðist ekki að vera að ganga nóg að vilja upp þarna, sko. Jafnvel með team-up með Phoenix. Akkurat. Man þegar þetta team-up kom fyrst, að þá var fólk alveg bara ekki ánægt. Ekki heldur, en ég spila ekki tank. Þannig að ég þekki svona ekki mikið á mínu eigin skinni hvernig er að vera á móti Jarfanum endalaust. Nei. Nema bara, þú veist, ég hef verið tekin á honum, jú, það er ekki gaman. En, já, það er svona, já, Já. þetta er, já, mér fannst gaman að sjá íkonastelpuna, mjög gaman. Já, akkurat. Hún er ekki alveg að gera sig, en hún er góð á þessu mappi, sko. Já. Það er líka það er gaman að sjá þess öðruvísi picks af því Já. þetta er ekki í svona Einmitt. næst spiluðu hetjunum. Ég var einmitt að hugsa, sko, mér finnst gaman að sjá, alveg eins og í Overwatch, mér finnst gaman að sjá, ekki alltaf sama. Já, akkurat. Þú veist, við skiljum alveg af hverju það er verið að spila alltaf það sama það virkar. Þú veist, Einmitt. það er spila það sem virkar, við skiljum, Já. við föttum. En má hvað er gaman að fá af og til svona Já. til þar. En þá förum við allavega í map pick og mér sýnist að vera Central Park. Já. Ég held að sé hægt að skrolla eins niður þannig að þá sér maður fleiri, sko. Það hlýtur, já. Ok. Akkurat, sko. Takk fyrir. Við erum mjög þakklátt. Já, Central Park verður fyrir valinu. Já. Þá er spurning hvort að við sjáum bara það sama aftur. Bucky ban, Groot ban.
Luna save, Mantis save og svo Bann og Emmu. En það er ekki bara það sem við erum búin að vera að fá upp á síðkastu. Það er eitthvað þannig, sko. En það er spurning hvað það er sem geti hjálpað Grindavík aðeins að ná drifkrafti aftur. Jötun eru bara að vera svo svakalega ágegir. Það er ekkert smá. Þeir eru að bara íta svo hart. Við skaman að þeir eru að segja allir Jeff. Siltus! Heyrðu, Þannig að það á að vera allt Jeff. sko, þetta er nefnilega, sjá, Bucky Bann. Já, ekki mann. En já, það er nefnilega miklu skemmtilegur, það er svo gaman þegar þið velja svona. Já. Ég myndi að horfa á leik, Sjá. það er bara allir Jeff á móti öllum Jeff. Já, sjá hvað hann er glaður. Já, Bucky Groot, Saman, já. kemur engum á óvart. Nei. En Sýva, Angela Angelu. Save. Ok, þannig að Kelly ætlar að spila Angelu. Keli ætlaði að spila Angelu, ég held að það fara ekki á milli mála. Það er spurning hvort það komi Luna eða... Luna Save. Eða Mantis, jú, nei, Luna, já. Pat- Hún er líklega. Ok. Moonlight. Ég verð að segja að þetta er allavega ekki algengustu seifin hjá Jötun. Kemur á óvart. Þeim langar að spila Moon Knight. Greinilega. Uh, Þá kemur næsta Bann. Við erum þá líklegast að fara að sjá... Hvað? Mantis? Lítur hann með? Ok. Þá líklegast af því að Grindavík seifaði ekki Mantis. Þeir voru að fljótrappa nefnir þannig. Já, það akkurat. Ó, þau bönnuðu ekki, seifuðu ekki Emmu. Nei. Hún er farin. Too bad. So sad. Invis, kannski? Kannski. Luna? Það er náttúrulega búið að Já. banna Mantis, þannig að Penny. Ok. Smá Penny setup hérna. Já, verið það er svolítið... að púsla hlutum saman. Það er samt mjög næs. Ef maður byrjar á defense að vera bara með Penny, Rocket og bara vera með allt út í mines. Já. Bara allt út í nest, allt bara. Þannig að en náttúrulega góð lið geta alveg komist í gegnum það. Já. En þetta er góður svona fyrsti barjar. Já. En sömuleiðis ef að liðið sem er að gera árás nær síðan punktinum, að þá er eiginlega Penny orðin bara gagnslaus. Já. Þannig að þetta er kannski dýrt að bjarga Penny. Það er nefnilega kannski dýrt að því núna er bannað Cloak Dagger. og Dagger líka. En þau eru ekkert búin að spila þau. Nei, en er þetta ekki meira verið að pæla út í support line-up? Já. Myndi ekki. Ok, sjáum hvað... Ok. Það er bara óvildur að spila support, nei. Þú kann ekki gera það í dag. Það er búið banna 3 support hérna. 3 support. Okay. 3 mest spiluðu support. Áhugavert. Fyrir utan Rocket. Rocket. Kannski ætla þeir að spila Jeff. Kannski er það að plana. Já, Jeff. Jeff. En þetta, allt í lagi, ég er mikið Rocket. Já, ég er mikið, Rocket. Við skulum alveg taka Rocket. Já. En hvað er Penny? Hvað er Penny? Hvað er Penny? Hvað er þetta? Ég vil segja Penny. Þið geta ekkert lofað, þið geta ekki seifa karakter þessu, ekki spila hana. Það er náttúrulega bara farlega. Ok, Enditat og Stúfur er ekki búin að velja. Jú, Enditat er búin að velja. Enditat eitthvað að gæla sig við Daredevil. Hvað ætla Stúfur að gera nú? Þeir eru náttúrulega komið með 2 tanks núna. Já, ok, Siltus ætlar að spila Phoenix hérna. Og síðan erum við með... Rosa og Adam. Já. Hústilæg. Herðu, hvað hefur í gangi? Battle starts in 5, 4, 3, 2, Akkurat. Ég var líka bara... securing the mission area. Einhvern veginn hafði ekki trúa þessu. Hefur þú séð þetta áður? Nei. Ég hef séð þetta áður. Þetta er mjög fyndið emote, það var á síðustu sér. En það komin á Spider-Man. Og Jötun hefði atlögu.
Ég get ekki þetta Spiderman-skinn. Þetta er bara... Þetta er geggjað skinn. Hvað er í... Það er bara endur að berjast þig Primal hérna einhvers staðar lengst fyrir aftan punkt. Það er bara verið að leggja hann í einveldi. Ég veit ekki alveg. En þetta er kannski gott strætt að halda hann frá fætinu þess. Það er sniðugt. Þetta er það sem Ender gerði seinast þegar hann var að Spiderman akkurat á þessu mappi. Það hafi þá verið á móti SU Já, ok. og það virkaði svakalega vel hjá honum, þannig að greinilega er það að virka hér líka. Og já, það bara hendi allskinn skemmtilega hits. Til að leggja Rocket í einelti og þar er búið að opna fyrir Grindavík til þess að stöðva Atlegu Jötuns. Og Primal Complex að reyna að gera eitthvað í þessu herbyggi. Keli er bara út allt. Það er náttúrulega... Það er bara að vera allstaðar. Það er náttúrulega bara fáránlegt að vera með karakter sem getur flóið að ilmu. Ég mun kvart undan þessu þangað til ég get ekki andað lengur. Það er svo mikið í gangi. Hvað er að gerast? Það er alltaf að búið að jafna aðeins. Jötun er ennþá bara í tjókinu að reyna að ýta áfram. Svo Grindavík sé náði aðeins að... Náði aðeins að stöðva svona, en það er aðeins að koma picks frá Jötun núna. Já, Jötun allavega komin á skrif á jarðýtunni sinni. Já. Og Grindavík núna, Keli að reyna aðeins hægja á þeim. En ég veit ekki hvort að þetta var einhvers virði að vera að henda sér í veg fyrir þau þegar þeir voru líka við komin með kapslupunktinn. Já, hann er fljótur að koma tilbaka. Hann er fljótur að fljóta tilbaka. Þeir hann er komin. Kannski gott að stöðva Goggies hérna, hann fá ekki bara að henda angst í alla og... Ok, íkornar. Þeir eru low, þeir eru að fara að hendast út á mappinu eða eitthvað. Ó, guð. Goggies hérna á Moon Knight að reyna að ná Spiderman sem hann kann sko að færa sér burt. Goggies skildi þess að ná endertatana. Núna bara heldur Jötun áfram og áfram og áfram og Grindavík fær ekki félagsleik. En Snella er búin að skipta hérna yfir á Star-Lord. Spurning hvort það er til svörunar við Goggies eða Primal Complex. Já, þeir þurfa virkilega að stöða Primal hérna sko. Þetta er alveg stór hættulegt. Er það bara hringin í kringina? og Gilvíkur fellur síðastur. No worries. I've got you. If we get to the castle, we can break this curse. Þeir þurfa bara aðeins að kannski regroup. Svona. Já. Aðeins svona. Endur er komin á Johnny. Human Torch. Við erum með Human Torch og Invisible Woman og það ætti að vera eitthvað smá power up þarna hjá þeim. Já. Kannski er það aðeins að stöðva Jötun af því að þegar þeir eru komnir af stað þá er svo erfitt að stoppa þau. Það er hörð barátta í gangi. Já, einhvern veginn eru allir fljúandi bara. Já. Það er, og það Keli kidnapp. Já,
Keli kidnap. Held hann að náða að sleppa hana. Ok, það kemur út Torch ult. Keli reyndi að ná Venom af mappinu. Var ekki að ganga. En með því sögðu Grindavík núna búið að stöðva allir jötuns. Já, þeir náðu aðeins að svona koma einhverju jafnvægi í þetta hjá þeim. Þannig Það að er gott. lítur En það er bara Venom í baki hana. einhvers staðar annars staðar. Já, nú þurfa þær aftur að aðeins að hvað er low. Hann er í hættu. Þetta er ekki gott fyrir Kela. Einhvern veginn náðu þeir að steypa þessu bak. Halda honum á lífi. Halda honum á lífi. Og núna erti engin punktinn. Opp. Time to switch things up. Sko Ok, ég ætla að segja að þetta hafi verið shot call mistök. Já, mögulega sko. Ég You'll need ætla a top-notch team to win Já. this one. Já, það lítur að vera. ég meina, það hlýtur að vera að þau vissi ekki hver átt að vera á punktinum. Persónulega finnst mér sko í þessum leik með við Overwatch aðeins óskýrt hvar punkturinn klára sko. Já, Þannig að maður er kannski ekki endilega að horfa upp þar sem að, þú veist, höddið er Já. sem að sér hversu langt kastið er komið. Já. En þú veist, það er bara ég kannski. ég held reyndar að með við hvernig að ég hort á að það er delay sem sagt að 30 það seconds before í your attack. höddinu Get ready. Já, að þá byrjar sem sagt cutsceneið þar að segja þessi búið Já. áður en að örinn fer alla leiðin í endan. emmett. Þannig að það er stundum erfiðar að fylgjast með þessu. Já, ég finnst það svona bara sem svona Diamond plebba sko. Starts in 5, En 4, Ég, 3, já, 2, en það er bara ég kannski. ég En to do is capture the veit mission ekki area. hvaða Got it? Raggi myndi verið ef ég myndi spila leik, en ég get lofað þér að það er minn en... Þú myndir byrja í brons eins og allir sko. Já, er hægt að fara lægra en það? Nei. Það er ekki hægt. Allavega, Já. En við Grindavík. erum byrjað aftur og Primal er hana að klifra uppi, leita sér að staður að stökkva líklegast. Leita sér að fórnarlambi Jep. og búin að finna Þarna er hann. Herðu, Keli kemur og kidnap. já, vel gert. Giljakur náði pikk. Það er bara þau ætla ekki að leifa Primal Complex Nei. að fara neitt. En það náði tveimur. Ó, vá. Það, ok, þannig að þetta backfæraði. Já, Að setja Ínu. Primal Complex í bakkið á sér. Kannski ekki sníðugasta planið. Ef að allir hefðu fókusað Primal Complex á saman tíma, þá kannski hefðu það gengið betur. já, kannski. Við erum komið Hawkeye hérna í staðinn. Já, Já, Giljakur. Giljakur, akkurat, ég var að horfa á endurstati og bara, nei, þetta er deltafur. Jötun bara óstöðvandi, en það skiptir ekki máli hvað er í gangi. Já, restið Kela kalda við dreifum hann bara aftur, segir Jötun. Já. Goggis hérna bara, Goggis. Púff. Hvað er það sem að Grindavík gæti gert til þess að stöðva Jötunina? Þetta er svakalegt. Já, það... Því að Grindavík er alls ekki að spila illa. Þetta er bara einhver svakalegur styrkleiki hjá Jötun. Spurning hvort það
Ruffalo og Rúnsteig séu inni að keppa sé svona herslu munur af liðinu. Algjörlega, Primal Complex held bara áfram að bara Níðast drepa þessu á þetta. Grey endurtalt aðleitnir inn í ykkur herbyggi á móti öllum meðlimum Jötuns. Já, kannski ætlar hann að skipta hérna. Notaði úrtið sitt. Bara gallin við ef að Keli nær að taka hérna Primal Complex eitthvað með sér. Hann bara fer, hann bara svingar eitthvað í burt. Mobility er bara svo allt og hátt hjá Venom. Það er bara... Já, þannig að fer hann bara bye bye. Það er, menn þú reyndir. Svona svo leiðist. Ok. Núna ætlar Grindavík að eigna sér punktinn en því miður kemur Jötun, tekur 2. Náði ekki alveg. Er hann ná, jú þeir eru hann á Pixana. Ná Pix, núna er Giljagur komin á Punisher. Já. Og þetta er allt að falla í hag Grindavíkur. Primal Complex hérna eftir og Phoenix teleportar eitthvað og Hann náði hann endanum og það kemur út Portal. Portal Eru alltaf ekki. Ok. bara afsökið mig, nei, þið fáðu ekki nota Portal. Þetta var næstu gott Jón, þannig að ná inn ekki myndilundi. Og núna Það lítur ekki vel út fyrir Grindavík. þetta lítur ekki vel út. Goggis tekur 2, Primal Complex tekur Endertat og núna er bara spurning hver er eftir til þess að snerta. Overtime tikkar niður og Þeir ná ekki að snerta. Final score, 0 Vá. og þá erum við að horfa á Jötun fara áfram til Já. að keppast réttin til þess að keppast 3. sæti Já. og Grindavík lendir í 5. sæti í keppnin okkar í kvöld. Þeir börðast hetjulega í þessum leik. Þetta, ég held hreinlega að það bara hvernig á maður að svara svona svakalegum hvað maður að segja svona svakalegri grimmd frá Jötun. Þetta þeir hættuðu ekki, stoppuðu ekki, Nei. ýttu bara áfram. Já, virkilega verið spilað hjá þeim. Sjáum hérna aðeins. Stættilega mér Keli til hamingju með daginn. Já, þetta var að segja til hamingju með afmælið Keli og ég vil leyfa þér að vinna næst, kannski. Óbossi. Þetta er Þetta var svona, já, svona tölunar kannski aðeins jafnar hérna yfir allt innan liðs, eða ekki? innan Grindavíkur. Já, innan beggja liða Já. þannig séð. Þeir eru svona, já, þeir eru aðeins jafnari heldur en á Arakko. Já, algjörlega. Það sem var bara eitt goggis með svona 40.000 damage, sko. Já, akkurat. Já. Damageið er mjög jafnara núna en það var. En eftir, kannski var það bara herslu munurinn að fá Ruffalo og Rúnsa að keppa í staðin fyrir að vera að lýsa. Kannski var það herslu munur hjá að ég... Þeir greinilega voru að berjast eins hart á því gátu. Klárlega. Það stóðu sig rosalega vel, hans mér. Já. Og bara sömulegis allir held ég. Jú, þetta var hörkuleikur. Við reyndum að byggast við að þetta myndi vera jafnara. Já, ég var að búast við Reyndar, öll möppin voru mjög jöfn Já, þeir voru það. til að byrja með. Já. En þetta var bara þessi svakalega grimmt hjá Jötun. Já. Það voru alltaf bara einhvern veginn að ýta í Einmitt. Grindavík. Akkurat. Og ég meina, Það endar 3-0. endar 3-0. Já. Og þá erum við að fara, reyndar við fáum ekki að sjá það, en við fáum að sjá að Jötun keppir á móti Svölunum í Losers Bracket næstu viku. Það er ekki í streymi. En já, keppa að reyna
fá að keppast til að fá þriðja sæti. Að keppast til þess að keppast. Að keppast til þess að keppast, já. Akkurat. Sá sem að, þannig Jötunn fyrir að keppa undir svölunum, sá sem tapar þann leik lendir í 4. sæti, sá sem vinnur þann leik fær að keppa til þess að fá þriðja sæti. Í minnsta lagi. Já. Þannig að, já. En við allavega segjum þetta gott í bili, klukkan 8 byrjar leikur Dusty og SCO sem að er hörku semifinal leikur teknilega séð. Já, ekki. Jú, þar sem að vinningsliðið fer beint í úrslit. Þannig ekki fara langt, sjáumst aftur klukkan 8. Wait, is he switching lanes? Patterns in your eyes, making me wonder every time
less traveled. It's harder when the sun is shining, 'cause the light's not fair. I'm talking to my darkest shadows. This love is do or die, but they don't care. I don't know why I do this to myself. It's not right, but I can't love no one else, no one else.
Wait, is he switching lanes? Góða kvöldið og verið velkomin aftur á þetta Marvel Rivals streymi. Ég heiti Eyrún og að taka yfir lýsingur af Óla og Rúnari sem að voru að keppa fyrir leik í kvöld. Og með mér hún Guðný eða Gudst. Hæ, það er ég. Við erum að fara að sjá leik Dusty og SCO. Þetta eru undanúrslit þekkilega séð í WLM þar sem að sigurlið fer í úrslit og taplið fer niður í losers bracket og keppir á móti annarkvort, svölunum eða jötun og leikur sem gerist næstu viku sem því miður við fáum ekki sjá. Nei, ekki beinni. Ekki beinni, kannski einhver í liðinum streymi fyrir okkur. Mögulega. Mögulega. Já. En allavega í kvöld, Dusty, SCO. Já. Þetta, sko, Dusty búið að vera sterkir, já, hvernig á maður að orða bara erfitt fjall að klífa Góðir leiknum. Já. Seinast þegar Dusty SCO kepptu þá fór það 3-0 fyrir Dusty. Þannig að núna bara tíminn fyrir SCO að standa upp, stíga upp, stíga yfir. Já. Okay. Klífa þetta fjall. Klífa þetta fjall. Klifra? Eitthvað svo leis? Já. Eitthvað svo leis. En við erum allavega með substitute hjá SCO sem stúfur að koma inn. Það substitute eða ringar spyr ég en svo sem skiptir ekki það miklu máli. Varamaður af einhverju gerð. Af einhverju gerð, þannig allavega ekki í roster hjá SCO, þannig ég ætla að gíska að þetta sé ringar. Bara spurning fyrir hvern? Já, spurning fyrir hvern 10 manna lið og þarf ringar fyrir keppni. Svona þetta stundum. Já. En við allavega erum komið með flesta leikmenn í lobby og við afsökum senkunna, það var örlítil senkun á þessum leik. Það var einfallega af því að leikmaður þurfti að bruna. Til að mæta eitthvað. Þannig að við allavega erum þakklátt að sá leikmaður færa að keppa. Já. Því það hvað heit maður? Sko, sá leikmaður í rauninni einn af þeim einu í Dusty sem spila Jeff. Þannig að, þú veist. Ég vil sjá Jeff. Já, við viljum sjá Jeff. Okkur finnst alltaf gaman að sjá Jeff. Já, Jeff. Þannig að við spyrjum hvort við getum ekki bara farið inn í mappackið sem fyrst en núna leikurinn allavega að fara að gera þetta fyrir okkur þannig við þurfum ekki að gera alla vinnuna við að velja möppin lengur heldur að leikurinn bara geggjað. En í reynsi gerir ráð fyrir sagt sest út í kvöld. Reynsi, já. Reynsi. Í staðinn kemur stúfur. Já. En já, mér finnst mjög gaman ef að sko út af því að Jeff var talið vera dálítið svona throw pick gert lengi sko. Það er gaman að sjá, þú veist, líða svona, þú veist, þessari stærðargráðu spila hann kannski, þannig að ég er spennt. Það er náttúrulega spurning, þú veist, já, hann svo sett greinilega komin í metað núna samkvæmt ykkurum sources hérna en upplýsingar sem við erum með eru Dusty að spila á móti hinum liðunum í þessari deild hvort sem þeir hafi verið að flippa dálítið á móti þeim liðum og velja Jeff upp á það að gera eða ekki, ég veit ekki. Ef það virkar, það virkar. Ef það virkar, ég meina. Þeir eru búin að vinna öll liðin hingað til. Þannig að við hendum okkur inn í bara map-pick. Já. Við náttúrulega vitum hvaða map á að vera fyrst. Það á alltaf að vera það sama. Þannig það Burning T'Challa. Og við leifum þessu bara aðeins að rúlla og við pælum kannski í bönnum og pickum. Hvað
Ég man aldrei hvort defense eða attack sé að banna fyrst. Er það... Finnst þeim svo að segja takk? Já, En SU þá að banna fyrst. ekki hægt að, ég geti ekki verið 100% sjáum til. Jú, SU að banna fyrst. Og Já. náttúrulega aftur, það er auðvitað að vita bara sérstaklega móti Dusty hvað þeir ætla að velja og hvort það sé eitthvað öðru í sig. En allavega venjulega banna þau Mantis og Jeff. En ég efa stórlega að þau sé að fara að banna Jeff. Ekki banna Jeff. Ekki gera það. Ekki gera það, nei. Ekki gera það. En þetta er Invisible Woman fær bann og Já. Angela fær bann. Angela. Ok. Áhugavert að banna Angelu. Já. Mögulega bara upp á mappið að gera, myndi ég gíska. Frekar en endilega að vera hrætt við Frankie Boxing á Angelu. Þetta er samt svolítið svona, þetta er svolítið þröngt sko, þetta mapp. Ég sá þetta ekki hvort það kom fram hvar við byrjum sko, það fer aldrei eftir. Já. Kannski sáu það eitthvað sem við sáum ekki. Það vernda Venom og Penny. Já. Ok. Ég er nú ekki hissa yfir að vernda Venom. Já, það er einhver hana með Lord á Venom síni. En já, við vitum ekki hvað undirmappi við byrjum á. Nei, það er eitthvað smá stríðni í gangi í chatinu sem við sjáum. Já. Á skjánum hérna. Bannað Bucky. Já, Dusty, það hefur verið að target einhver hlýtur að vera. Myndi ekki bara þróa Bucky bann. Rocket bann. Rocket er náttúrulega gríðulega sterkur sko. Yay, Jeff! Þetta líkur okkur við. Að seifa Jeff, við skulum vera glöði við því. Já. Gleði fréttir. Vonandi er það merki að þeir ætla að spila. Já, ekki eins og seinasta leik. Það seifað Penny og við fengum ekki að sjá Penny næst setupið. Meira rugglið. Já. Ok, vernda Lúnu. Vernda Lúnu, algengasta verndunin bara hjá öllum liðum. Ég veit. Hún er gríðarlega sterk. Bara í allri keppninni. Eins og hefur gert grína að Rival Steffs vilja bara, já, að hún sé svona maskot fyrir leikinn þannig séð og er bara, já, aldrei ennur fann að okkur svona. Ég skil. Ok, er banna Helu líka? Já, það er mjög algengt að banna Helu á móti Dusty. Já. Þeir hafa ekki mikið fengið að spila Helu. Og Namor. Líka. Svo sem ekki hissa yfir því heldur Anduriel svakalega hættulegur á Namor. Þannig að þetta er bara í rauninni það sem maður mætti búast við. Kannski fyrir utan að seifa Jeff. Ég veit ekki alveg hvort það þurfti yfir eitt. Já. Það er svona, já. Ég veit ekki hvort það þörf fyrir því. Nei, er þetta... Er ykkur að fara að eyða banni á Jeff? Eitthvað spurning. Kannski ekki. Kannski næsta leik. Fyrir þetta hvernig þetta fer. En þá hendum við okkur inn. Jú. Dusty á móti SCO. Og förum inn í Burning 30 seconds before you attack. Get ready. Já, það er nokkuð eitthvað sem við erum ekki búin að sjá í kvöld er til dæmis Blade og Ultron. Já. Já, og Jeff náttúrulega. Og Jeff náttúrulega. Já, þeir eru líka með team up. Hello. Bossy. Eitthvað í gangi hérna. Við býðum bara svaka róleg og færum okkur yfir á okkur aftur bara. Og býðum. Býðum eftir upplýsingum. Já, það var... Eða bara förum aftur á stað. Já. Það er spurning hvort að einhver sé að detta út. AFK. Já, hann er ekki búinn að velja. Það er samt... Ok.
Herru, ég er ekki með gleðifréttir fyrir fólk sem að þolir ekki kuldan en það er að snjóa úti. Ok, Þið verið það hér fyrst. There you go. Got it? sko, ég sætti mig við snjóinn og kuldan og frostið og allt það. Ef það drepur moskítoflugurnar, þá mun ég bara glöð taka við hörðum vetri, sko. Það var ekki talað um að þetta væri tegunda moskítoflugur sem þolir kulda. Ég vil ekki vita af því þá. Ég vil ekki vita. Allavega, Við erum komin í leikinn. Við erum komin í leikinn og Milkboy komin inn á Jeff. Við getum verið glöð og ánægð yfir því. Herðu, þeir eru hana 2 Jeffs bara rétt hjá hver öðrum. Þeir eru bara, Hunsa hvern annan algjörlega. Bara eitthvað, þeir vibe. Herðu, eigum við að snúa okkur við og horfa á Jeff? Nei, við skulum bara leyfa honum að drepa stúf. með smá hjálp þarna frá 424 á Penny. Ég bjóð til nestana rétt hjá stúf. En Dusty örugglega tekur punktinn örugglega minni og SVO reynir að koma sér upp í svona stigagangi þrátt fyrir hólur í tröppunum. Dusty með hérna 3 support komp í gangi. Sasa kemur út með blade út í hérna. Emma Það var bara, bara að rakka niður Frankie Boxey. Og næsta fórnalamb er Denso sem fær ekki að lifa af. hvað er þetta crosshair, Krissi? Sorry. Hvað Þetta er Erum við að ekki í lagi, kallar minn. og af hverju erum við að sjá crosshairinn hjá individual fólki en ekki bara okkar venjulega crosshair? Það er bara, stilt þannig, sko. Þetta er svakalegt. Þetta er pínu fyndið, sko, þegar maður er að spila leikinn og er drepinn af einhverjum sem er bara með eitthvað versta crosshair sem maður nokkuð tíma séð. Veit ekki hvort ég á að vera, þú veist. Ég get ekki svona horft á þetta. Hvað er í gangi? Nei, þetta tekur alltaf. Ég verð að biðja þig að skipta yfir á einhvern annan. Ég get ekki. Við fáum mjög Jeff úr. Hann ákveður að geta engan. Hann ákveður að repositionu svona sig í stað. Já, fór ekki hot. En það er svaklega baráttu í gangi á punktunum og Anduriel Ultimate og instantly deyr og því miður var það Kristi, ég vil ekki vera point of view hjá Krista, so sorry. Dusty hérna hægt og rólega að bara rakka niður SU og taka upp hérna 99% af punktunum og Denso fellur og Anduriel. Já, Og þá þeir eru maður að ná að taka þetta fyrsta round hérna. hættu alveg. Ok. Já. Við vorum að fá upplýsingar að einn leikmaður hjá Dusty er að spila á PlayStation en ekki PC. Já, eða er með controller og það er kannski ástæðan fyrir þessu crosshairi sem við horfum á akkurat núna. Gotta be honest, not so crazy about symbiotes now that I've visited. Fyrir mig þá verð ég að segja, ég get ekki spilað töluleiki eða skotleiki með svona One where fjárstríku. they all tried to eat me? Yeah. Nei, ég hef aldrei pröfað það. Ég pröfaði Overwatch einu sinni og svona, Ah, ég gat ekki neitt. 4, 3, 2, 1. En við byrjum round 2 og Got it? sjáum hvað SUO hefur við Dusty að segja. Við finnst í þessum fína helli þar sem allir skjóta hvern annan. I was born ready. já. Dusty er búinn að ná 2 hérna, 3. Þeir eru ekkert lampa að leika sig við. Nei, ég held að þú
búist við því af Dusty. Ég myndi segja að þau slaki ekki á, en ég held þau séu nú bara ágætlega slakir þegar. Spurningin er bara hvaða svar hefur þessu og á móti þessu. Einmitt. Ætlar að rótita hérna upp aðeins. Og þar sem að mæta þeim. Já. Ó, sætla mjög. Já. Og þarna er komin opnunin og Venom opnunin nær ekki að gera náðu mikinn skaða. CMD hérna að rakka niður Seli einn eftir öðrum. Þeir notuðu 2 support ults í þessu fight hérna, Dusty. Já. Captured more than half of the mission area. Keep going. Það er svo sem líklegt að þeir ná þeim upp frekar hratt. Já, Því kostar þá ekki mikið. En núna er SJO með 3 ultimates til þess að nýta sér 4 núna og geta ítt inn. Krissi er svakalega lágur. Núna þurfum við að íta áfram og stöðva hennar mann. Og það er búið að gleypa. Það er bara mikið í gangi í einu. Það hefur ekki tíma til að segja nokkuð skapaðan hlut. En það eru allir fljúandi hérna og skjótandi og fljúandi og... En SJO náði að kappa akkurat. Já. Náði að kappa og er komin upp í 17%. Spurning hver lengi það dugar, en Anduriel nær risapikki á Orion og núna er bara spurning hvort að þeir ná að halda sig uppi Graceful Idiot. Leipir kannski einhver með optiminu sínu. En já, fyrst þá ekki alveg. Og því miður náðu ekki að halda of lengi, en að ná 37% er bara frekar vel gert miðað við hvernig þetta hefur verið hingað til. Klálega. Og ekki er öll von úti fyrir SJO á þessu mappi. Jó, Stúfur últar. Núna þarf að snerta punktinn. Hann fer að dansa á punktinn. Dansar á punktinum og reynir að hjálpa Denso að ná niður 4-2-4. Þetta er ekki vel út. Já, komið portal. Og það teika niður. Já, og Dusty nær hérna punkti nr. 2. Frekar örugglega. Þó svo Sasa Blade. Þó svo að Dusty séu alveg svakalega sterkir í þessari deild. Þá vil ég nefna að SJO, í sögu SJO allavega, bæði Overwatch og Rivals, þeir eiga það til að tapa fyrsta mappi. Satt það. Og vinna svo eftir það. Já. Ég ætla að gefa þeim allavega það grace. Kannski erum við að fara að sjá svaka comeback af þessu mappi. Við ætlum að byrjum að sjá þau náði punktinu smá upp í smá prósentur, þú veist. En við erum að, þetta er dálítið stór munur hér á milli. Þetta er svaðalegt lið Dusty, sko. Það voru allir að spila ógeðslega vel á sínum hetjum. Krissi auðvitað bara það þarf einhver að stöðva þennan mann. Já, sjá þetta, 30 kills, 14 final hits. Það er ómikið. Já. Það er ómikið. En þá förum við yfir í að SJO fær að velja mapp. Og miðað við mappikinn allavega seinast þegar þið spiluðu. Finnst mér alveg líklegt að við séum allavega einhver tíman að fara í New York, Gothic Castellan, hvort það sé núna eða næst, en Central Park. Central Park, sko. En, hvað veit ég?
þá bara bíðum við eftir því að SEO sé tilbúnir. En við allavega kannski bara í millitíðinni tölum að þetta mót að fara að klárast og í næstu viku akkurat ekki streymið þar sem Svalarnir og Jötun kappi. Eftir það bara úrslit og það mun vera 8. nóvember. Þannig að allir taka daginn frá. Bara 2 vikur í þetta. Bara 2 vikur í þetta. Það fljótar að líða. Þannig að já, allir taka bara daginn og kvöldi frá. Daginn til að preppa ykkur og kvöldi til að skemmta ykkur. Algjörlega, sko. Passið þessi nóg mikið að snakki og poppi. Já, vonandi ekki fótbolti, þannig að við getum haft leikinn frammi. Akkurat. Og rýna. Það væri nefnilega geggjað að fólk geti mætt í að reyna. Algjörlega. Já. Heyrðu, við getum allavega, það er Yggdrasill. Yggdrasill. Ok. En ég held allavega að fyrir 8. nóvember þá getum við alveg örugglega passað að fólk sé með nóg af Pringles og Red Bull fyrir keppni og ná að narta sér í einhver hluti á meðan að horfa og keppa ef þið eru að keppa. En allavega það er að gera það, sko. Það er bara instant bann. Það er ekki hik frá þessu. Nei, það þarf að stoppa Emmu. Það er spurningin samt að er vandamálið Emma eða er vandamálið Krissi? Vandamálið er Krissi í grunninn, sko. Í grunninn. Ég held að ef við mættum banna bara leikmann. Taka leikmannabann í staðinn fyrir karakterbann. Heyrðu, þið eru við þannan roster, við ætlum að banna þennan leikmann. Ó nei, það væri svo ræðilegt. En við sjáum Angelu bann frá Dusty og það er seifað Venom og Penny. Venom og Penny. Við allavega fengum að sjá Penny. Já. Áðan. Þið voru að spila bara góðan Penny-leik. Nei! Það er bannað Jeff. Heyrðu. Ég tekur svo persónulega. Oh my god. Já. Ok. Psylocke. Áhugavert. Psylocke. Hvað er verið að... Var dúkkan að keppa? Ég man ekki eftir. Tók eftir. Nei, hann var ekki inn á. Kannski spila stúr Psylocke? Ég veit ekki. Kannski. Ég bara kannast ekki við það, sko. Nei, akkurat. Já, núna bjargaði Rocket. Já, ok, mega sense ef að Jeff var bannaður. Fá svona smá svar við því. Stórskriði. Stúfur Topics er ekki í Psylocke. Ekki í Save. Save á Bucky, kannski eru þeir viti eitthvað sem við vitum ekki. Sem að Matt er spönnuð. Já, hela bönnuð. Já. Það er skiljanlegt, sko. Já, það nennir enginn að díla við vesenið í helu. Nei. Og þá... Gríðlega sterk. Já, þá förum við inn í Yggdrasill. Spurning hvað SEO er með í pælingunum sínum. Kannski er þetta mapp betra fyrir einhver komp hjá þeim. Já. Við höfum allavega séð Frankie Boxing ofta Dr. Strange á þessi mappi og það er teleportað portal sett upp á allskynns stöðum. Já, gaman að sjá Strange aðeins vera að spila hann meira heldur en bara fyrir portalið sitt, bara til þess að snerta punktin, sko. Akkurat. En við sjáum hérna Milkboy og Adam. Já, gaman að því. Heyrðu, Storm, ég er líka að fíla það, Já. Eða er haldinni þar að segja. Akkurat, það er þó líka á Adam. Og við förum af stað, sjáum hvort að það er haldið þessu kompi. Krissi á Groot, þetta gæti verið dálítið sátt. Þeir haldast vel nálægt hérna. Já, þetta er örugglega eina leiðin til þess að vera á móti Dusty
í rauninni, þetta mjög vel spilað. Já, ég að fíla þetta. Ég hef ekki séð Penny halda hérna, sko. Oh my god. Þetta Dusty bara ákvað að ekki einu sinni hleypa Ezio út dyrnar. Nei. Bara, heyrðu, ég meina að þið eruð á Dr. Strange. Þið komist út kvartleginu, en það ekki. Og Dusty segir bara, ég meina, reynið að komast framjá. Já, ég meina þeir getur reynd að fara hægra meginn svo sem. En geta þeir ekki bara portalað hvert sem á mappi? Jú, en þeir þurfa að vera fyrir utan spónhurðina til þess að gera það. Og eru allar spónhurðina bara beint fyrir framan? Nei, svona mestu leyti, já. Það er einn hana hægra meginn og það er einn hana uppi. Já. En þeir þurfa þá að passa sig á Penny, sko. Og þannig að fara hægra meginn. Þetta er svolítið ógeðslegt, sko. Ég verð að segja. En kannski er ég bara að segja einhverja bölvaða vitleysu, sko. Ég spila ekki Strange, en ég held hann þarf að vera fyrir utan. Ég meina, þú mátt ekki vera í spáni og þú veist, það væri rugl. En allavega núna er Ezio komin aðeins fram, reyndir að taka niður CMD á Lúnu sem hendur í Ultimate. Núna er bara Ultron að bomba í þau, bíða eftir að þetta Lúna öll klárist. Og fólk er komið í hornið og núna er bara það var flott Strange út, sko, en þeir náðu ekki alveg að klára. En náðu að íta Dusty af hútunum og upp frá spawn-hurðunum sínum sem er það sem skiptir máli og náðu núna að vinna þetta fight. Já, þetta borgaði sig algjörlega þannig allt saman í endan, sko. Algjörlega, og sjáum að Grace Idiot er núna komið. Portal frá Dusty. Wow. Það er bara svoleiðis. En Ezio ná að mæta henn. Stoppa þetta. Það er bara, heyrðu, ok, risastór rest frá Milkboy. Þeir voru endurlífgaðir. Og núna er þetta ekki að líta vel út fyrir Ezio. Nei. Ég verð að játa, ég veit ekki nógu mikið Adam. Ok, hérna kemur... Nú kemur sérstaklega önnur endurlífgun frá Ezio. Þannig þetta er endalaust fight af því allir verða bara endurlífgaðir. Getur verið þannig, en flott hjá Frankie, hérna náðu 2. Flott Lúna og hjá Stúf. Núna geta Stúfur og Denso aðeins líta áfram. Orion er í vandræðum, einhvern full health áttu. Já, hann var mæntilega hjálpaður af Adam. Já, algjörlega. Það eru næstu því farnir að kappa fyrsta punkt. Og þá kemur þeir náðu því. Ultron, Ultimate. Þannig kom Ultimate frá Chris. Spurning hversu slæmt crosshair hann er með á Strange. Það er spurning. Oh my god! Það er verra. Nei. Þetta er ekki í lagi. Þetta er bara hægt. Þetta sérðu nokkur skapaðan hlut. Já, eitthvað spurning, sko. Hann þarf ekki að sjá, hann getur spila leikinn blind. Ég meina, við vítum alveg hann er með lokuð augun. Já. Á flestum tímum. Akkurat. Ok, þá veitum við það. Þetta er ekki lengur leikinn Dusty og Ezio. Þetta er það hvaða crosshair Kristi er með hverju karakter. En Dusty er hérna að stöðva Ezio á þessu horni. Þetta er erfiðasti chokepunktin á þessu mappi að komast í gegnum. Og Thunderthor er í vandræðum. Íta Dusty bara aftur upp á spawn. Og Ezio þarf að finna sér leið út úr þessu. Þeir reynda að bakka fyrir hornið sem er fallstæðin. Þá byrjar allega Ezio almennilega. Farið er til hægri, rotatað í kringum, komið bakvið á. Komið með Kraken Impact hérna hjá Anduriel bráðum vonandi. Og Thunderthor óttar á Ultron. Thunderthor nær Krista, þetta er stórt hit. Núna geta þær almennilega hoppað inni ef það er ekki endurlífgað fólk bara willy-nilly.
Fáum Penny úr á punktinu mínum. Já. Það Only 60 seconds left. erum við að horfa á. Adam var svo lóð þarna, sko. Ég veit ekki alveg hvað gerðist, en þetta leit út fyrir að vera flott allavega hjá SJO. Þó ég veit Já. ekki hvað gerðist, þó... Ég held að Milkboy var sem sagt að endurlífga liðið sitt en þeir bara, SEO náði að drepa það strax aftur. Þeir náðu að, Já. þú veist, sjá hvað hann var að gera og og bara stoppa þetta í fæðingu. Þannig séð. Herðu, hvað er stærst að læðast hérna? Herðu, það er bara 18 sekúndur eftir þeir eru að fara að kappa hérna punkt 2 til þess að halda áfram. Það er að nálgast. Núna biðlum við allavega til SJO að vita hver það er sem á að vera á punktunum. Andúriel reyndi að últa á Bucky en Kemur Chris, kemur Ultimate og Sasa á sama tíma. Það er engin meðlimur SJO á punktunum eins og er. Allir fallnir og hér stöðvar Dusty SJO komnir 82 metra. já, þetta er alveg vel verðanlegt Þetta er það. SJO en það eru kannski erfitt. Við hljótum allavega að sjá endurtekningu af þessu spawnholdi sem að Dusty gerði af SJO í þetta sinn. Þeir hljóta að reyna eitthvað líkt, því líkt Já. að reyna að halda Dusty aðeins í skefjum. Klálega, já. En ég veit ekki hvað planið er. En mér sýnist þeir allavega að fara grút eins og Dusty gerði. Og þá sjáum við hver nálægt þeir ætla að 30 halda seconds before you attack. við hurðarnar. En Orion kominn á Moon Knight. Já, Milkboy á Cloak og Dagger. Spurning hvort það haldi svo. Orion, hvað var þetta? Hvað? Á, nei, núna er ég hrædd. Getur farið... Gera þeir þetta viljandi? Þetta er ekki eins og það sem þið spila með. Þetta er bara fyrir núna. Já, ég held það. Þeir eru Milkboy skiltir yfir í... Kannski er þetta hávísindalegt, hver veit. Já, kannski. Ég meina þeir eru að vinna. Já. Allir að kopja crosshairinn hjá Dusty. Fyrir að æfa sig. Þeir eru Milkboy strax búin að taka niður Denso og Frankie Boxin tekur hann svo niður á móti. Það er hérna Rocket Restless í gangi allan daginn. Allan daginn. Og Já, ná niður Sasa. SJO þarf að bakka fyrir 2 horn. Já, það er pínu erfitt að geta ekki haldið eins nálægt. Þetta, og þeir halda áfram að bakka og eru bara að gefa Dusty svakalega mikið pláss. En auðvitað er það Milkboy sem er að taka plássið og halda þetta í skelfjum á Iron. Þið þurftu eiginlega að bakka svona mikið því að þeim vantaði... Þetta... Hver leyfði þessum manni að fara á Iron Man? Almost there. Don't turn Ég ætla að endurtaka þetta aftur. Það á ekki að leyfa hetjum að fljúa endalaust. Ég held að þetta sé alveg góð fílósofía, sko. Það er alveg sýnir í þessum leik, sko. Þú veist, ef ég hef hill to die on, ef ég deyja á einhverjum hól, það er þessum. Já. Þetta er súpa akkurat núna og það er bara... Fengum þannig bæði Strange og Blade út. Frá Dusty. Dusty. Vá. Svo nálægt. Svo lág. Þetta er nú meira ruglið. Herru, ok. Herru, þeir bara bjúka til portal fyrir utan spawn herbergið
hjá SJO til þess að tefja það eins mikið og hægt var. Þetta er, Já, eins og hérna allar kemst ekki út fyrir hann að portaliði fari. Sko. wow. Það er illt. Herru, ok, sá sem að gaf Dusty cheat code komið fram núna. Sjáum 4-2-4 hérna bara Já, mjög svakalegt upp á Graceful Idiot. En það dugði ekki alveg til. 2, 2, Ég, Dusty var komin of langt áfram. já, hvað á maður að gera ef fólkið bara stoppar þig frá því að komast út? Já. Það er ekkert við því að gera. Nei. Þetta er... Já, ekki gott að lenda í þessu, sko. Þetta er ekki skemmtilegt, nei. En já, maður sér þetta ekki í mínu raki. Það er fólk ekki nógu svona, þú veist, liðsinnað til þess að hugsa. Eða þannig. Við erum að sjá hérna Krissa í 30 kills og 13 final hits. Já, það er ekkert smá. Og Sasa hérna með 19.000 damage. Já, 29, bara rétt fyrir Og ef við horfum bara aðeins hérna á Denso í SJO, bara damage blocked. Okay. 38.000 Það var ekkert smá sem það tók mikið damage, skæði kallinn. damage blocked. Já. Þannig að þetta er, já. Þetta er nú ekki spursmál hvort að SJO séu góður í leiknum. SJO eru mjög góður í leiknum. Dusty bara... Þeir eru bara mjög góður í leiknum líka. Þeir eru bara ágættir í leiknum. Já. Tökum heila íslensku þar sem að ágættir er hæðsta stíð. Já. Þannig að, já, hvað gerir maður á móti Dusty? Hvað er, ég spyr svo sem, spyrðu og ég veit ekki. Nei. Enginn veit. Enginn veit, þinn vinnur á. Já. Spurning hvort að við biðlum til Dusty að hafa námskeið það sem heitir hvernig á að sigra Dusty. Allir mæta bara. Já. Og við lærum bara hvernig við getum unnið á móti. Bara svona til að gefa okkur smá sjens. Þegar ég segi okkur, þá meina ég öllum hinum liðunum. Já. Ég spil ekki ég ætla ekki að spila á móti Dusty, ég ætla að taka það fram. Ég býð mig ekki fram til að spila á móti Dusty. Nei, ekki ég heldur. Nei. Já. En þá allavega fáum við map pick númer 2 hjá SJO. Já. Ég ætla að halda mér við sama gíski mitt og áðan. Það er örugglega við hlaust, en ég ætla að halda mér við það. Býtu, hvað var það aftur? Býtu, Leibir, býtu. Þú ert með þetta? Býtu. Með þetta. Þessi. Viltu hint? Ég var að fara í hint. Ég var að fara í hint. Spider Islands? Nei. Þetta er ekki könguló? Þetta eru, nei, svo sem ekki. Þetta eru svona vígtennur. Já. Við gætum verið henni að ég kvöld. Já. Veit ekki hvað lengi við að vera í þessum gískleik. Hvað? Ok, vampýrur. Já, Central Park. Central Park. Ok. Nei. Heart of Heaven. Heart of Heaven. Kunlun. Nýjasta mappið. Ok. Gaman, það er skemmtilegt. Hvað er langt síðan það kom út? Það kom út með Angelu. Ok. Þannig að fyrir, hvað er þetta, hvernig byrjaði þetta season? Ég man það ekki alveg, sko. Þetta er ekki spyrja rétt að mann. Það er svona 1,5 mánuð síðan eða hvað þannig. Erum við að fara að sjá Iron Man bann? Iron Man bann. Er það það sem við erum að fara að sjá? Ég held að með bann, já. Skiljanlegt. Já, það er svona best að sko sleppa, já, ok, Angela. Það er áhugavert að, ok, þeir bjarga Blade. Ok, skiljanlegt. Já, ég hefði verið farið að segja sko að það væri sniðið að banna Blade. Já.
bara út af þess að Sasa er bara algjörlega að Já, rúllandi á honum, sko. já, algjörlega. Ég gleymi stundum að hann er með svona movement, sko. Ég held ég sé örugg upp á high ground og síðan kemur hann bara pst, beint til manns og maður bara bara nei, stopp. Seifa Hulk. Ok. Áhugavert, Þeir vilja spila Hulk, kannski. kannski. Ok, Hver er það? nei. Denso, kannski? Jeff. Örugglega Denso sem vil spila Hulk. Mm. Banna Venom. Ég er ekki frá því að Hulk væri alveg góður hérna, sko. Já, Já. seifa Penny. Já, Ég veit ekki. erum við að fara að sjá Lúnusveif? Mjögulega. Er eitthvað að hugsa málið? Nei, Bucky. Bucky. Allt í lagi. Og Banna Rocket. Banna Rocket. Okay. Ok, það er búið að banna 2 sports. Já, þetta er, þú veist, já, gott að Banna Rocket hérna svo að það sé ekki Penny team-up í gangi. Akkurat, sniðugt. Ekkert verið að lenda í sama veisinu og áðan. Þá er spurning, hvaða bann Já, ok. Engin fleiri revives. Nei. Stoppum þetta núna. Make all the difference. Svo sem alveg sammála því. Ekki endalaust born again. Og síðan kemur echoar hinn einhvers staðar annar staðar. Born again. En allavega þá erum við að fara á map 3 hér í leiknum. Hela var ekki bannið. Nú er Hela bara Andúrjala Og Namor. Ok. Herru, Við sjáum okkur. Esju og bara tökum hanskana af. Bara af stað. You know what to do, spiders? Alltaf gaman að horfa okkur í myrkri. Já, Coming in 30 seconds. það er mjög kósí í myrkrinu, sko. This is gonna hurt. Smá Penny Mines hérna. Þetta map er óbáðslega gott fyrir flankers. Heyrðu, Jarfi, ég sé Jarvan. Heyrðu, já, mikið rétt. Mjólkur strákurinn Já, á jarfanum. Battle starts in 5, þeir eru að fela sig hérna inn í 3, 2, fossinum. Bakvið fossil. You have to stop them from Passið ykkur nú. mission area. Hvar er fossil? Já, þarna. Ok, já, Esju er bara af hverju er Dusty ekki beint fyrir utan hjá okkur? Hvað er í gangi? Hvar eru Þeir eru hræddir, sko. Þetta Já. er bara, þetta er hræðsla. Þeir vita það er eitthvað. Það er eitthvað í gangi. Já. Og hér kemur Dusty út úr ferustæðinu sínum. Andúri hérna pikk og Frankie líka. Ok. Spurning hvort að fela sig bakvið fossinn hafi verið stratt eða bara upp á gamanið. Jésús minn, hljóðið á heilu deyja er aðeins svo dramatíst. Það kemur frá mér og ég er ógeðslega dramatíst. Já. Þetta Krissi er bara svaklega lár, en Denso líka. Já, og hérna. Og fleiri. Og fleiri. Það voru þarna eftir. Þetta var rosalega gott fyrsta push, sko. Ok, mér sýnist að Orion sé aðeins búin að breyta crossruninu sínu. Þessi búin að breyta því Já, á milli ránda. Já, Sko, það er öðruvísi en það var. Sko, ég skal alveg taka þessu cross hér hjá Kristján. Ég skal alveg, þetta er skárra Já. það sem var á það. Ég er sammála. Af hverju er það skart? Ég veit það ekki, en þú veist, þetta er skárra. Það er örugglega einhver vísindi á bak við þetta. Hann er að spila Magneto. Orion hérna, bara, En ég skil ekki alveg þetta crossal Orion. Við vitum líka að þú þarft ekki að sjá neitt. Já. Svo stendur hann það sem að 3 er akkurát fyrir hvort sem er, þannig að Já. þetta er bara gísið. Þetta er bara í vöðvaminninu hjá hann. Já, algjörlega. Þá fáum við Jarvin, hann tók Jörvin. Hann tók hann Frankie og Já. Ó, já. nei. Þetta var ekki gott.
hérna stagger á Delson. Ok, við ætlum að opna portal hérna. Ef þið hafið tíma til þess. Nei, Greinilega ekki. Það er bara últar á jarfa. En þá ítir SEO bara áfram í stæðan fyrir að portala. Já, þeir ná hérna tveimur. Það er bara að fókusa að Sasa er í bandastartur en þá kemur CMD og bjargar. Og þá verður restin af liðinu komin aftur tilbaka. Koma. Og Andúriel mun ekki leyfa Dusty að stöðva sig. Hann finnur sér bara fórnalamb og næsta fórnalamb. Það er að koma ennþá limbs hjá SEO hérna, þannig ég held að þessi alveg að fara að ná þessum punkti. Já, þeir náðu honum. Wow, glæsilegt. Glæsilega gert hjá SEO. Það var mjög gott sko. Það er ekkert verið að leyfa Dusty núna bara vaða yfir sig. Það er alveg ástæði fyrir því að Namor var bannaður áðan. Það er Andúriel. Já. Þetta er stórhættulegur. Og þetta team up með Helu sko, það er suttalegt. Akkurat, suttalegt er nefnilega orðið. Og Dusty bara komnir á payloadu til þess að stöðva. Það er ekkert verið að leyfa einhverjum að vera payload princess, það er bara farið eitt þangað og stöðvað. Og 4-2-4 hérna á einhverju herferð í gegnum SEO. Já, þeir enda á að hreinsa upp. Hvað var það að gera þarna? Hæ! Allan að ég mótaði þetta eitthvað. Milkboy kemur beint fyrir framan spánið og segir hæ! Hi guys, what's up? Ætlar hann að últa þaðan. Það verður svart. Já. Þessi hérna flanking Penny, hún er svolítið vesen. En já, hún ætti þetta í hérna. Og hér kemur risastórt play hjá Orion og Milkboy saman. Sko, Orion var Invisible Woman bara fyrir smá stund síðan og nú allt í henni kom ult bara. Sasa líka núna að ulta bara í spáninu þeirra. SEO var alltaf búin að stíga tá út fyrir og Sasa segir bara ekki nei, fara aftur í. Vitið þið ekki að það snjóar úti? Já. Þessi á Magneto Only 60 seconds left. ultar og bara reynir að halda SEO í skefjum í rauninni. Það eina sem Dusty er að gera er að ekki leyfa þeim að fara út. Já, Þið geti ekki ítt payloadunni eða þið komist ekki upp vörðunar. SEO ekki að taka þetta í mál. Og það er barist hart á þessum punkti. En Dusty er að ná 4-2-4, bara stórhættulegur innan. Já, þetta er mjög skemmtilegt Penny gameplay, sko. Bói. Það er að segja fyrir mig að horfa á, ekki svo mikið verið SEO. Það eru 5 sekundur eftir. SEO þarf að komast á punktinn. Gera það. Núna er bara að reyna að halda þeim í skefjum. 4-4 á high-groundinu. Svakalega mikið vandamál sem þau þurfa að díla við. Annar vandamál auðvitað Milkboy beint fyrir fram á þau. En 4-4 heldur áfram að valda usla og þá kom allt í hennu bara fullt af limbs hérna hjá SEO. og Chrissy hérna einn eftir sýnist mér að bakka. Sasa náði Andúriel hérna sem er komin á Black Panther. Já, akkurat. Núna þarf bara að halda áfram að íta
overtime er svakalega lítið, það þarf lítið til að stöðva alveg. Hann ekki með Sasa með úti sitt á Blade. Núna eru bara barist hlutin. Dusty búinn að taka yfir og því miður er overtime bara allt of hratt að taka niður. Og þá skiptum við hlið. You'll need a top-notch team to win this one. Spurning hvort það kom einhverjar breytingar í gegn, sko. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt, notendur graceful idiot. Já, þetta er mjög sniðugt. Stundum vildi ég óska að ég væri með eitthvað svona skemmtilegt. Eitthvað svona clever. Ég er bara einum of einhverf til að hugsa eitthvað svona witty. Já, akkurat sko. You know what to do, spiders? Það leikið sér inn í spáni. 30 seconds before you attack. Get ready. Þetta er pínu goofy. Your realm is in peril. I will preserve it, and you and I will have our Jæja. SJO komin á Þór, Helu, Hulk, Frankie Boxing núna Namor, stæði fyrir Andoriel, Woman og Luna. Það haldið bara ágætlega nálægt en samt á sama stað og Dusty gerði þó ekki að fyrra sig bak við. Hver slapp hann í gegn? Var það Kristi og Panther? Og Penny og... Penny þetta. Þeir eru að stoppa Penny. Frankie náði Kristi, vel gert hjá honum. Það er ekki gott að hafa 44 í bakinu á þér, sérstaklega ekki þegar hann spila Penny. Nei. SJO eltir hann uppi, spurning hvort að það sé rétt ákvörðun samt. Já, en á meðan náði Orion 2 ára sýndist mér. Það er nefnilega vandamálið, ef þú eltir hann uppi þá ertu að skilja hérna eftir. En það er barist hart hérna. Úff, Orion heldur áfram að ná fólki. En Andoriel líka. Dusty er svo flitt út allt að SJO veit ekki hvernig er eiga að horfa á. Já. Sko, nú er hann búinn að breyta aftur. Hann er að gera þetta viljandi. Já, ég veist það. Hann er að hlusta á okkur, á delay. Já. Og er bara eitthvað, hvernig get ég bara... Nú er hann bara hi. Nú ætlum ég að breyta aftur. Hvað er hann með mörg? Ok, sko, ef að fleiri en bara Chrissy og Orion væri að þessu, þá væri þetta bara svona flip hjá Dusty. Já. Ef að hinir væri líka að þessu, þá myndi ég segja að þetta væri targeted á okkur. Sem áhorfundur. En 4-4 búinn að ná að setja upp hérna mjög framalega. Ekki gott fyrir SJO. Hann er alveg stórhættur af Penny. Ég skil vel af hverju þau vildi alltaf bjarga Penny, sko. Já, þetta er mjög sterkt save hjá Dusty. Já. Svo er þetta að díla við hann. Mjög. Hefurðu séð mýmið af Moon Knight? Ég get sagt. Það er random bullshit go og síðan hendir hann hérna, þú veist, axe og eitthvað. Já. Hann er pínulítið þannig, sko. Hann er sann skemmtilegur. Þá sjáum við heila úrt frá Andoriel. Orion svagla lágur, sem það er bara að vera í fullri vinnu. Gott save hjá honum. Hann er sjálfur næst í daginn hana. Milkboy nær 2 og jarra. Þeir eru komnir mjög hættulega langt, sko. Svakalega er SJO langt í burtu. Ég er ekki viss að þeir ná að snerta hérna. Af hverju, hvað eru þeir að gera þarna? Ég held að það sé bara verið að halda þeim í skerðin. Já, ég samla þér. Það er einhver þeirra er að snerta, en það er Hulk. Og þeir náðu 2 hana. Og núna, þetta eru bara seinstu metrarnir. Þeir eru að passa ekki fara af. Denso var mjög reiður út í CMD þarna.
Veistu, Mjög reyður líka út í Orion og Krista. Skil hann við þess. Nei, hann þarf að bjarga sér. Já. Þetta var alltaf flott stöðvun í bili hjá þeim. Spurningur haldist núna. Úff, ég alveg í 3 mínútur. Það er ekki auðvelt. Þannig stóð þarf að henda í Lúnu til að halda fólk á lífi. 1,000 gods! Og 4-4 í vandræðum en það er verið að bjarga honum. Núna er bara vandamálið hvað er í gangi hjá hinum. Hann er að fara bara í langt ferðalag hérna. Það er Frankie komin á Captain America. Það er nú ekki margir sem spila það. Sorry, you made this. I am ready to put on a Hann hleypur niður Krista hérna. Kristi bara gat ekki fara neitt. By the eye of Agamotto! Ó, vá, þetta var stórt. Þetta var mjög flott út hérna. CMD var hálspritt frá því að náða að frjósa hann. Þetta er... Mér finnst pílítið út allt, en þetta virðist samt vera einhvern veginn svona, það er ákveðin röksemd í þessu Já, á saman tíma. Þetta er mjög út allt, en einhvern veginn er þetta að fara SJO í hag, allavega eins og er núna í svo mjög vandræðum. Það þarf einhver að gera eitthvað við Orion, stöðvanan mann, nákvæmlega svona. Jep, Andúriel hérna með 2 með heilúltinu. Við erum að horfa á þetta minnka niður í mínútu fyrir atlegu Dusty. Það er hafið atlegu á ný. Vá, þetta var... Ég veit ekki hvort þetta var vel miðað eða heppni hann eiginlega hoppaði í þetta. Orion kominn á helin núna líka. Þetta geti... Ói. Já, akkurat. Þetta geti verið dálítið slæmt. Vel gert hjá Andúriel að ná Orion niður. Núna eru seinustu 30 sekundar. Ekki búinn að þannig einu. Dusty búinn að ná nokkrum niður hjá SJO. Gaur, ég sé ekki neitt. SJO þarf að snerta punktinn. SJO þarf að snerta punktinn. Snerta. Það er einhver að snerta punktinn, ég veit ekki hver. Það er verið að portala hérna, en verður að í tæka tíð. Nei. Tók munaði aðeins og 4 sekúndur hana. Já. Það var mjög spennandi í lokin. Þetta var orðið vel tækt þarna. Það var bara flott. Ég bara Hann er Jarvi. Hann er Jarvi. Og Dusty vinnur alluguna. Dusty vinnur og við erum öll ógeðslega hissa. Dusty tekur hérna örugglega á móti SJO 3-0 og hendir sér beinustu leið í úrslit. Já. Og þá fer SJO niður í losers bracket. Í losers bracket og keppir á móti sigurvegara næsta leiks sem að mun vera annarkvort Jötun eða Svalaknir. Þannig það verður alveg örugglega hörkuleikur. Við hvetjum leikmenn Svalana eða Jötuns eða bæði að streyma leikinn. Þannig við fáum að fylgjast með. Og svo verður bara úrslit. 8. nóvember. Akkurat. Já. Þannig að við bara mælum með að fólk mæti í Arena 8. nóvember til þess að horfa á þessa seinustu leiki. Fá að sjá hver nær 3. sæti og hver nær sigri.
En við ætlum þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og skemmtum okkur vel að horfa á Jötun og Grindavík og Dusty og Össjó. Þetta var bara mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Við allavega kveðjum í kvöld, sjáumst aftur 8. nóvember. Wait, is he switching lanes?